Já, góðan og blessaðan daginn, enn einn 50 dagur raunin upp og það útastátturinn eini sanni sem heilsar Gunnar Ásgeirsson og Rökkvi Vésteinsson og við erum síðan með ykkur kæru hlustun til klukkan 13 til klukkan 15 í dag frá klukkan 13 en fyrir klukkutímanum þá ætlum við að spjalla svolítið sem að mörgu fyrst undarlegt og skrítið. Já, svona eldri konur með yngri mönnum. Já, við ætlum að heyri einum hérna á eftir símleiðis sem að eru þeirra aðstöðu að mamman sé búin að giftast strák sem 2 árum eldri en hann sjálfur. Er þetta ekki skólafélagins fyrirverandi eða eitthvað sliðis? Jú, það eitthvað svoleiðis allavega. Þannig að það er mjög fróðlegt að heyra hvernig það allt saman gengur fyrir sig, hvernig það að vera hvernig það að vitandi það að mamman sé með strák eða manni sem 2 árum eldri en maður sjálfur. Já, þetta minnir mig svolítið á að því að nú vorum við einmitt með Helgu Brögu í viðtali hjá okkur í síðastætti að tala fóstbræður. Já. Það var svona atriði fóstbræðurum þar sem að Sigrún Kjartansson var með mömmu Jóns Gunnars og hérna hann sagði ég vona ég geti verið þér góður faðir þó ég sé nú 1 ári yngri en þú og eitthvað svona. Já, vona ég geti verið svo faðirstuð áttur aldrei. Já, þó ég sé nú aðeins yngri. Já. En svo endaði náttúrulega því sá skets að þið voru að reyna að koma honum út með mömmu hins. Já, mömmu hins sko. Þannig er nú það, þannig við ætlum að heyri hérna í einum og eftir sem að lendi í þessu. Já, og svo í seinni helmingum kemur Thomas Lemarquis sem er kannski best þekktur fyrir að leika Nóa Albínóa. Já. En hefur leikið margt annað líka og er mjög fær leikari. Við ætlum að heyri í einum einstakling sem að lendi í því að móðir hans byrjaði með strák sem 2 árum eldri en hann sjálfur. Já. Og þetta svona eiginlega þeir voru svona bestu vinir fram að þessu. Svo byrjaði sambandið og svo giftiðu sig en við ætlum að heyri honum hérna eftir það vorum að reyna að ná í það núna freista gæfunar en það svaraði ekki. Já, og það er mamma sem ekki búin að banna honum að sværi síman. Já. Komast að snóður þetta. En hann hefur verið eitthvað að blæðri síman núna nefnilega þannig að náðum ekki í þetta. En hvernig heldur það væri ef þú eignast eitthvað vin og svo kemst að því hann er bara búin að vera að hitta þig bara til þess að þú veist ná í mömmu þína? Já, það væri spes. Ég hef nú eiginlega viðurkennað það. Það er mjög spes. Já, reyndar er mamma mín alltaf búin að vera gift pappa mínum sko, þannig ég hef ekki þurft að hafa áhyggjur af þessu. Nei, það er ágætt að heyra það. Þeir voru frekar svona að reyna að deyta systur mína sko. Já, og hanga með þér. Svona sæt sko, gerða. Já. Það er svona pínlettundum kom einhverjir gaurar sem voru vinir mínu og allt í buður systur mín út eða eitthvað. Já. En hérna, þess að ég hékk nú yfirleitt með öðrum nördum. Já. Og systir mín var svona flott gerða sko, þá yfirleitt hafði nú ekki mikið áhuga. Nei. Þannig að þú slappst þig það? Já. Finnst þér óþægilegt ef ykkur myndi vera heitt að þín til þess að geta fara út með systurðinni? Já, ég veit það ekki, en mér finnst svolítið óþægilegt að ég þekkti mikið einhvern sem að myndi, eða hefði þekkt mikið. Já, nefnilega, einn besti vinur minn, hann segir oft mig, Gunnar, eða það var eitthvað sem ég vildi að myndi byrja með systur minni, það var að þú sko, og við þekkist mjög vel. Já, það var svolítið öfugt hjá mér einu sinni, ég fann einu svona einn vinur minn sem var með mér í námi, hann var mjög veikur fyrir að það væri talað svona hvernfólki hann sætt sko. Það mátti ekki einu sinni segja sko frænkaðinn hann er myndar, ég vissi ekki einu sem var frænkaðinn, ég bara hún er myndarleg kona. Svona kona sem var eitthvað ungfrú Vesturlanda eða eitthvað, ekkert óeðlilegt að segja eitthvað, hún er myndarleg, ég sagði ekkert svona dónulegt, sagði bara hún er myndarleg kona og hann var alveg æfur sko og þá náttúrulega var ég búin að finna veikan punkt á honum. Og svo einhver tíma hann labbaði systir hans og vinkona hennar framhjá, ég vissi ekki að vera systir hans og sagði, heyrðu, þetta voru flottar gælur. Og hann alveg sko sturlaðist bara á reiði og bara sagði mér að halda kjafti og ekki tala svona og eitthvað. Og þá náttúrulega endalaust ataðist ég honum út af systur hans. Já. Það var ekki eftir snúið þar. Nei. Þetta getur verið viðkvæmt hjá mörgum. Já. En hjá aldursmunur hérna í kynja, hann er náttúrulega margur eins og hann er misjafn og mikil stundum. Já. Það er kannski ekkert, ímyndilegt sem kannski gæti orðið ógeðslegt í dag, sem að er alltaf lagi síðar á ævinni, eins og maður veit alveg og það er alveg nokkuð eðlilegt að, kannski svona eldra fólk að maðurinn sé kannski 20 árum að eldri alveg, maður er alveg heyrt svolítið, kannski 70 hérna, eitthvað 60 eða eitthvað hérna, 60 konar með afturhæða manni, svona, Já, það gengur alveg. Já, maður er alveg heyrt svolítið, þessi eitthvað 20 ára aldursmunur, menn það er alltaf lagi kannski þá, já, en ég meina eins og, já, þú gætir nú alltaf, þú ert bara 21 er það ekki? Já. Það er nú eiginlega bara ekki, já. Það er því, við skulum bara ekki, þú skulum svona viðbjóð, sko. Það er eiginlega bara absúrt, sko. Já, þetta var svolítið viðbjóður, þannig
alveg sleppa því. Þú verður eiginlega að geima hana í svona 15-16 ár sko áður nú getur gifst henni. Þú pantaði hana bara. Já, nákvæmlega. Þetta kannski líka meðal kannski mest aldursmunurinn, eins og þú konu kannski fram á í síðasta þætti. Já. Þá svona mest aldursmunurinn milli manns og tælenska stelpu eða eitthvað sliðist. Já, svona kalla sem að panta sér eða fara og sækja einhverja tvítuga tælenskur, þeir eru kannski 70. Já. Að ég heyrði mitt svo fyndna sögu svona af því að þetta vindur sér oft upp á sig að þær komi fjölskyldu sinni hingað eða þær segja skiluru mannum sínum frá að þú veist, já, vinkonu sem að vantar líka íslenska mann og þeir finna einhvern vin sinn sem er álíka lúði og þeir og já, ég segi nú ekki að allir menn séu lúða sem var tælenskar konur en svona, þú veist, þetta er kannski svona stereotypan sem að mér finnst fyndast að hugsa til að þeir fara þá að fá sér líka og svona og þetta er ofta orðið svona heilt samfélag í rauninni að hópur af gömlumönnum og ungum tælenskum konum og ég heyrði eitthvað sem að kom svona í ammælisboð til barnaafmæli eða eitthvað til frænda sín sko sem er náttúrulega þú veist, örugglega 60 kall sem átti 5 ára krakka eða eitthvað, svona með tælensku konu sinni og svo þetta voru 2 svona heimar að í stofunni þá var svona eins og svona gamalt klassist íslenskt svona rigna með honum sunnanverðum og mjólkurkvótinn og hún var tvílemd og einhver svona 1930 eins og sko gamall íslenskur bóndabæ 1918 eða eitthvað og í stofu þá var svona bara tælensk menning, þú veist hengu svona styttur af fílum á veggjunum og þær voru að elda núðlur og svo að því að tælendingar náttúrulega tala tónamál þá er þetta oft eins og fuglabjarg að þeir hækka sig og lækka sig og margir að tala í einu þannig að það er svona ótrúlega skemmtilega hljómur í þessu og 2 alveg ólíkir menningaheimar í sitt hvora herberginu satt í einu partí, ég held að vera svolítið fyndið að sjá þetta Já, eins og ég var að tala ég veist, það er svo aðbyrðilegt að skipta svo miklu máli hvenær svona er gert eins og hvenær svona er gert fyrir eftir hvað báðir aðilasjórn og gamlir og svona svo eins og við vorum að koma inn líka á með allt saman að það er þá 50 ára, það getur verið þessi stundu 50 ára munur milli stelpana og mannana. Já, það var náttúrulega eins og Anne Nicole Smith. Já. Þarna druslan sem lék í Naked Gun. Hún giftist nú einhvernum bara nýraðum kallið eitthvað og svona rétt til að hafa pening út úr honum að hann dó. Bönnin hans alveg brjáluð. Já. Það er skiljanlegt. Já. Þetta er aðtýrlega. Hvernig myndi maður taka því líka ef að Já, eins og þú hvernig myndir að taka því að besti vinur myndir bara að byrja með mömmuðinni? Já, ég náttúrulega, mamma mín og pabbi eru búin að vera gift allan tíman, sko. Já. En svona almennt, ég er bara stór hissa. Já. En ég meina, það þykir oft eðlilegt svona einhvern veginn að kallmenn séu miklu eldri en konur, en skrítið ef að konan er miklu eldri. Já. Sem alltaf hefur kannski með, þú veist, barnegna svona dæmi að gera, en það er samt oft svona einhvern veginn ótrúlega lítið eðlilega á þessi hinsegin en ekki þannig að konan sé eldri en þetta er nú kannski bara þannig að við kallmenn erum svolítið ósjálfbærga við kunnum ekki alveg að þrífa upp eftir okkur og kunnum ekki alveg að sjá okkur og við lifum eitthvað 10 árum styttur meðaltali ef við erum ógiftir, það er bara tölfræðileg staðreynd og við þurfum eiginlega svolítið bara nýja mömmu sko, þegar við hættum að hafa okkar mömmu þá þurfum bara svolítið svona nýja konu til að hugsa ókur og það er kannski ekkert ópraktist að það sé eldri og reyndari kona sem viti þá allavega hvað hann er að gera og þá getur hann kannski líka bara alið mann upp konur er náttúrulega kvartandi yfir sóðaskap og vondum siðum í mönnum sínum þú veist það er lokið í klósettsetunni og svona og piss út fyrir og hvað er þetta skilji skeggbrottan eftir vaskinu og svona ef það ná okkur og ungum þá geta þær bara hreinlega alið okkur upp. Já, bara tekið við það mömmu. Já, bara svona 17 ára eða eitthvað, búnir með svona uppreisnina gagvart mömmu okkar. Já. Alveg ferskir til þess að fá svona nýja konu bara til að, þú veist, sem að við erum ekki uppreist gagvart, heldur bara svona, sætt okkur við. Já. Getur bara verið með einhver ferturi konu sem myndi bara sína okkur hvernig að gera þessa hluti almennilega. Já, það er nefnilega það. Það er oft í svona sambundum, ímyndlega sem getur komið upp á þar sem að ég kannski alltaf lægi svona fyrst á meðan fólk veit ekki af ykkur svo svona eftir á þá þá er það ógeðslegt eins og ég vissi reyndar ég las á netunum daginn að
stelpa sem var að blogga það að hún hefði nú verið að hitta strák. Já. Og yndislegu strákur og allt svo leis og já, segir hún hann eins þeirra færslu og svona. En svo einhvern veginn fyrir tilviljun komst hún að því að og þegar þessi strákur þessi stelpa voru búin að, já, kissast og keila og sliðis. Já. Og fyrir tilviljun komst hún eiginlega því að þessi strákur hann bara frænd hennar. Hversu skildur? Þau áttu sama afan held ég. Já, þremenningar. Já. Einmitt. Og já, það var nú kannski ekki aldurinn sem setti stríðin. Nei, sama afan? Nei, sama langafan. Sama langafan, já, það er þremenningar. Já, það er nú kannski frekar náskilt að það verið sami afinn. Já, systkinabörn. Já. Það er samt löglegt á Íslandi að giftast. Er það virkilega? Það er löglegt. Það vissi ég reyndar ekki. En ég veit einhver sem giftist sem sagt systkinabarni sínu, eða þú veist sem sagt dóttur bróður síns eða eitthvað svoleiðis, fekk undanþágu fyrir því. Það finnst mér alveg full langt gengið, sko. Já. En þetta er kannski á svona litlum bæjum, einangruðum, það sem er ekkert mikið úrval. Þú veist, það er bara svona ægi, þú veist, hann er þó allavega ekki það ólíkur að þau erum skild eða þú veist eitthvað, það er kannski bara fjölskylda þín og svo þorpsfíblið. Já. Og búið. Nákvæmlega. Þá náttúrulega getur ekkert haft svo mikið val. Ég meina, við erum öll skild hvað sem er Íslendingar. Já, og kannski sumir meira en þeir vita. Já, en ég meina, ég er svona, þú veist, svolítið gallaður maður, þú veist, ég er meitt fótinn styttri og svona, það er svona kannski byrjað að koma fram svona einhverjir svona innræktunar gallar, þannig að ég náttúrulega bara hafði vitað því að fá mér útlenska konu. Já. Það er ekkert viti að vera að fá sér sama þjóðirni, þegar þetta er svona. Svo er annars þegar ég segir reyndar heyrðu þeim líka sem að ef víst alveg dagsatt og þetta er nú engin lígi, en það var eitthvað starf úti í erlendis bara, þá bara var nú eitthvað svona kannski 25 ára kona sem kynntist manni sem var svona segið bara gamall, 1-2 árum eldri eða eitthvað sliðist og já, fólk getur nú kannski giska á endurinn, en þessi kona vissi að hún hafi eitthvað sem nátt bróður en þau leiðir skildu áður en að fengu viti í kollinu og svona. Já. Og svo voru þau 25 ára, hann heldur 27 ára þessi maður. Já. Og þau bara voru svona rosalega fíla hvort annað og voru nú bara byrjuð saman á orðin par. Svo ákveðu þau bara væri nú kannski ráðið að fara að eignast barn. Svo fættist barnið og allt svo leis og vonandi ekki með 3 hendur eða 3 fætur. Nei, það var vist eitthvað ríkalega fatlað barnið miður og það er bara eitthvað svona svo opbóðslega undarlegt barnið, sko, að þau fóru nú að athuga þetta, hvað gæti nú, hvað hefði ollið þessu. Jesus. Það komistu nú bara því að þau voru systkini. En við ætlum að tala um aldursmun á milli hjóna. Já. Þú ert komin í eitthvað svona innræktunar pervertaskap. Hvað er þetta? Þú veist, ég bara segja sögu. Þú snýrð umræðin alltaf aftur í eitthvað svona ógeð. Herri, ég held ekki að fyrst að þetta komið út í þetta, svona fá auglýsingar bara og ætlum að hvort þið náum ekki hann í núna sem að við ætlum að ringi hérna. Já, þetta er útvarpsþátturinn eini sanni hér á útvarpi sögu á 5. deginum 25. september klukkan 22 mínútur yfir 1. En við vorum að tala um aldursmun milli kynja og þú verður komið í síman einstakling sem að hefur skemmtilega sögu að segja af aldursmun, já, kannski óstuttum aldursmun. Nei, ég er örglast og miklum aldursmun og það er bara í sambandi við móður einstaklingins. Já, blessaður sæll. Já, blessaður. Herra sælir, þú hefur eitthvað skemmtilega sögu að segja það ekki aldursmun. Jú. Það var þannig að mamma og pabbi skildu ára 2000. Já. Og svo sem sagt þekkti ég strák. Já. Sem er 3 árum eldri en ég. Já. Og svo segir mamma mér það, við sittust inn í herbyggi eftir mamma og pabbi voru skilin og svona og segir mér það og hún sé byrjuð með þessu strák. Bara strax eftir skilnaðinn? Já. Vá. Mjög fljótlega eftir, sko. Já. Ekki alveg strax samt. En þetta var svona kom svolítið flatt upp á mig náttúrulega en við vorum náttúrulega góð vinir fyrir og og við hefum náttúrulega haldið því bara þannig. Já, það er Þetta er svolítið sérstætt. Þetta er já, frekar sérstætt. Þeir eru ennþá góða vinir bara að stjúpappinn og sonurinn leika sér saman. Já, við erum alltaf góða vinir. Ertu búin að spyrja hann hvort þú megi kalla hann pappa? Já, ég hef oft hef ég nánast, ég svona
staðið mig að því að næstum því kalla það. Já. Hvernig hún sem móðir, hún hefur kynst þessu stráku gegnum þig í rauninni eða? Nei, þau voru að vinna saman. Og við vorum líka að vinna saman. Já. Og það svo sem ekkert nýtt á svona vinnustöðum að fólk kynnist náttúrulega. Já. En það var svona utanlandsferð þarna í gangi og það náttúrulega gerist ýmislegt í henni náttúrulega eins og menn vita. Ég var reyndar hættur á þessu fyrirtæki þá. Já. Þá hefur hún látið til skara skríða þegar þú var sem hættir. Já, þegar ég var ekki með sko. Já. Og ekki með í ferðinni. Já, hún hefur ekki verið að spyrja þig að því hvort þið væri sama þetta eða neitt. Nei, svo sem ekki, enda í rauninni hefur maður voru lítið það að segja. Já. Það náttúrulega, sambönd eru bara sambönd og þetta spyr hvorki aldurinn í stöðu en eitt slíkt sko. En hvað mörg ár á milli þeirra? Það 18. Já, það talsvert. Já. Það 18 ár. Og það talsverður munur. Já. Og reyndar er ég með stelpur sem 10 árum eða 10 árum yngri en ég. Já. Og ég 27. Já. Og hún reyndar, já. Og við hefum eitt barn saman. En það svo sem ekkert, við finnum ekkert fyrir þessum aldursmun á okkur sko. Ég held að sé meira þegar að menn fara að eldast og tala ekki með konan eldri sko. Já, hún náttúrulega töluvert eldri. Þá náttúrulega of seint að eiga börn saman. Það svolítið kannski það sem er afgerandi. Ef þú ert 30 og færi 40 á konu, skilur, þá svona kannski bara jafnvel tíminurinn út. Já, að mörgu leyti sko. En maður nú heyrt alveg dæmi með einhverja 60 mæður hann úti sko. Já, það er nú með einhverju hjálp. Það er nú með einhverju svona tækni hjálp. Já. Og í rauninni sko, ef fólki langar eignast barn saman og konunar eru kannski komin yfir aldurinn, þá er það alltaf hægt að ættleiða sko. Já. Ef aðstæður eru þannig. En það hins vegar verulega dýrt. Já. En ég held að það sé svolítið skemmtilegt að hugsa út í þetta ef þið ættliði barn. Það er engin meðganga sem fylgir sko. Allt inn bara kemur barni, bara svona. Já. Og einn vinur minn, hann á systurinn minn sem er ættleidd og hún skrítið, þetta var alveg 2 ára ferli sko. Já. Og svo fóru mamma og pabbi út til að sækja barnið og svo allt inn var að koma systur. Já. Þetta er svolítið sérstætt. Svolítið fyndið líka ef hún væri svona allt öðru sem þú. Ef að þú veist, pappið og mamma eru Íslendingar sko, bara svona hvítir Íslendingar og þú hvítur strákur og svo áttu systur sem er svona afrísk eða asísk eða indversk eða eitthvað. Það verður svona skemmtilegt. Já, asísk sko. Já. Systur hans sko. En þau eru alveg svakalega góð vinnir í dag sko. Já. Hún er reynda bara 4-5 ára sko. Hvernig finnst þér nú ef að mamma þín og kærastinn myndu ættleiða svona litla systur handa þér? Það væri svolítið sérstætt. Já. Tala ekki ef að barnið væri síðan yngra kannski en svona minn sko. Já. Ég á reynda 2 syni. Já, 2 syni. Já, þetta er 5 ára sko. Já, eitt bara, nýfættur að það ekki. Jú, það er svolítið sérkennilegt sko þegar hann náttúrulega kallar hann bara nafninu. Eldri sonur við kallar manninu mömmu bara nafninu hans. Já. Það gæti náttúrulega verið að því að yngri sonur minn hann náttúrulega elst upp með þessu að hann gæti vel kalla hann afa sko. Já, það verður svolítið fyndið. Það er svolítið fyndið. Og í rauninni þá er hann orðinn stjúp afi af því þau eru gift, þá er hann orðinn stjúp afi 3 barna. Já. Og hann er rétt orðinn 30 sko. Já, hugsaði það. Ég hugsaði nú stundum að því að ég var nú farin að nálgast 30 og svona og var einhleipur að ég myndi nú kannski verða svona stjúpi, skilur, taka saman með einhver einstæðamenn og krakka og svo leiðis. Já. Og þá hugsa maður líka oft vandræðin sko ef að helgarpappin væri leiðilegur og erfiður og eitthvað. Já. En ég náttúrulega var bara svo heppinn að finna mér konu sem er bara barnlaus. Já, ég er eitthvað kannast aðeins við einmitt svona erfiða umgindi og einmittlega svoleiðis í kringum mína fyrirvendur sko. Já, en ég meina samt að svona vera 30 og vera allt í norðin sko stjúp afi. Já, það er mjög sérstætt sko. Skrifinu lengra, ef ég verði nú allt í nú pappi þinn og afi barnanna þinna, skilur við, það finnst mér svolítið furðulegt. Akkurat, ég er enda veit um stelpu sem byrjaði með manni sem var 40 og hún var 16 ára og hann átti barnabarn. Og ég er ekki að grínast með þetta. Já, nei. Og þá í rauninni er hún orðin amma 16 ára gömul. Já. Já, það er hægt að gera alveg endalaust þetta koma með dæmi með eitthvað svona. Ég ætti svolítið bátt með það. Ég ímyndaði mér að mamma mín myndi bara falla frá eða eitthvað og svona sem pabbi verður einn í nokkur ár og svo verður allir komin með bara einhverja, þú veist, konur sem er helmingi sko yngri en ég. Já, það er eitthvað, þetta er nú nýja mamma en eitthvað, ég er svona, já. Já, ég veit líka annað, þetta sama dæmi sko, þá er sem sagt þessi maður sem er 40, hann har dóttur sem er eldri en konan sko. Já,
Hún er 1 ári eldri heldur en kærastan, sko. Já. Það lítur að mjög sérstakt. Ótrúlegt. Þetta fyrir að minna maður svona í myndinni Don't Be a Menace, þetta gæinn sem að átti son. Já. En pappi var svo eldri en sonurinn, yngri en sonurinn. Já. Muni getur sattrið. Ekki séð þessa mynd. Nei, held ég ekki séð þessa reyndar. Hún er mjög góð, þið verða að sjá hana. En þú hefur séð Bill and Ted's Excellent Adventure, það ekki? Nei, ég er nefnilega mistað henni. Það sem að pappi annars skiptist, prom queen úr bekknum hans, þessari sætu sem að þeir höfðu allir alltaf þráð og verið að reyna að deyta og bjóða út og eitthvað, svo giftist pappi annars henni. Svo reyndar í mynd 2 þá skildum við hann og giftist pappa hins. Já, akkurat, sko. Það er voða gaman að pæla í hlutum, sko. Hvernig fjölskyldur eru samsettar. Já. Það er alveg ótrúlega minstri sum myndsin, sko. Það er alveg magnað. Það er eiginlega hægt að vera neitt sem heitir bara að giftast sinni konungabörn með henni. Þetta er allt börnin mín, börnin þín, börnin hans, börnin þeirra, þú veist, börnin okkar. Já. Eitthvað svona, þetta er allt eitthvað svona flækja, við erum öll svona tengd einhvern veginn. Ég fór að hugsa út í þetta daginn. Ef þú átt kannski 3 fyrirverandi eiginkonur. Já. Átt kannski 2 börn með þeim öllum. Já. Og svo áttu kannski konu sem á 3 fyrirverandi eiginmenn og hún á kannski börn með þeim öllum. Já. Og hún kannski flytur með börn heim þín, svo koma þín börn og þú ert bara með 20 börn þannig að þú veist. Já. Þú ert pappi, afi, stjúpafi, þú veist, stjúpappi. Já, akkurat. Og þetta fer svona verða eins og í laginu með Latta, ég er afi minn, sko. Já. Já, það er nú reyndur uppalega erlend lag sem hann tók á þýtti. Já. Það er með grandpa. Já. Ég held að það er sniðsögur að spila þetta. Veistu, ég ætla bara að reyna að halda fyrir mig mína konu allavega bara. Reyna að gera það sem minnst flókið. Ég held að það sé mjög þægild og ég haldi mig við mína konu bara sem að númer 2 reyndar en... Vonandi maður man ekki lengur nöfnin á öllum börnunum sínum og stjúbörnunum og barnabörnunum og þú veist, tengdóinu og fyrrverandi tengdóinu og öllu þessu. Já, ég fór líka einmitt þegar ég talaði við mannum daginn sem er nú með svona ættfræðiþjónustu, sko. Já. Kynverjar, þeir eru löngu hættir að pæli, sko, ættfræði. Já. Það er ekkert skrítið, þetta er sko miljardar manna. Og veist, það er ekkert hægt. Pældi ég þeir væri með svona eins og eða væri með svona Íslendingabók, sko. Kynverjabók. Þá getur maður bara fórnað Amazon skóginum í að prenta þá bók, skilur, ef maður í pappír, það er... Það er alveg ljóst, sko, maður gerði ekkert mikið meira heldur en bara, þú veist, það þyrfti svona, það tæki svona jafnmörg ára að skrifa hana og reisa Kínamúrin, sko. Já. Já. Það er mjög líklegt. Já. Þetta er nú góða pælingar hjá okkur með þennan aldursmun, sko. Það er alveg ótrúlega mikill aldursmun í sumum samböndu, sko. En ég skal segja það frá einu, það var svona stelpa sem ég þekkti einu sinni sem að var ofta trún og við mig eitthvað sín mál og þegar ég var svolítið svona mýgri maður en ég er núna og hlustaði svolítið meira á konur sem að grenjaði á öxlina mér. Já, og hlustaði eitthvað boltón. Já, og vonaðist alltaf til þess að myndi svo hjá mér endanum, sko. Það var ekki búin að læra nýslinni. Nei. Já, en þetta er nú eitthvað sem við tókum fyrir í þætti númer 2, var það ekki? Svona, jú. Þú veist, kalla sem væli við konum sem væli þeim. Já. Og vilja síðan ekki sofa hjá þeim. Já. Allavega hana, að þá var ég hættur að væli við svoleiðis, en það var þannig að mamma hennar tók eitthvað tíma nefnitt saman við eitthvað mann sem var bara 2 árum eldri en hún eða eitthvað. Hún var kannski 18 og hann 20 og mamman eitthvað svona 40. Og þá náttúrulega fekk hún endalaust einhelti á sig af skólafélögum hvort að hún var ekki, þú veist, með kærasta mömmu sínar og eitthvað svona, hún var óbærslega sár yfir þessu. Já. Æ. Já. En svo líka annars okkar. Já. Það er það þegar að foreldrar kannski eignast börn og svo eignast þeir annan maka og kannski hefur annar foreldrar ekki samband við hinn börnin. Og svo kannski óvart kynnast börnin, kannski strák og stelpa og fara að byrja saman. Já, sérstaklega í Íslandi, þetta er svo lítið. Já, ég veit reyndar dæmi slíkt. Og það er bara vinur sem lendi í því að hann var búin að deyta systur sína í 3 mánuði, sko. Æ. Það var alveg fellegt. Ég veit nú ekki hvernig fjölskyldabóðir eru hjá þeim í dag. Það er röglega mjög fróðlegt. Já, það var mikil ást komin í spilið eftir þessi 3 mánuði. Já, mér skilst það og þetta er náttúrulega fokkað öll upp, sko. Já, maður. Það er röglega hlutlega svoleiðis og svo er maður að lesa á netinu mitt að það var bara daginn, það sá eitthvað blogg þar sem að kona var að tala um það, hún hefði svo hjá okkur manni og hann var í giftur, sko. Já. Og hún hefði verið ólétt eftir hann, en hún ætlaði ekki að segja hann frá því, sko. Og maður fer að pæli, sko, og hún ætlaði ekki að segja börnunum það heldur. Já. Þá fer maður enda að pæla, svona getur komið fyrir. Svo kannski hittast börnunum hörnu við, ég veit ekki að þessu sískinni, sko. En það er eitt sem er svo fáránlegt einmitt, að nefna eftir föðurnum, að þú fær föðurnafnið, þú veist, eða þá að þú fær ættanafn föðursins. Já. En það er miklu óörugara heldur en móður nafnið í rauninni. Þú ert miklu vissar um að vera barn mömmu þinnar en pappa þíns.
Já, akkurat, og það kannski þyrfti að vera skástrik og svo hittnafnið fyrir aftan. Já, það eru sumir sem heita svona. Já. Svo náttúrulega er ágætt að taka upp þessi ættanöfn aftur, sko. Þá ertu að þessar ætt og þá kannski veistu það og þú getur þá kannski flokkað svolítið eftir því. Það er að byrja með einhverju stelpu sem heitir eitthvað svo Vatni í endan, sko. Og þú ert kannski Vatni sjálfur, þá kannski veistu það fyrirfram. Það er nú samt segir svo lítið af því að það getur verið móðurætt og eitthvað og þú veist, mammen hefði getað verið Vatni eða eitthvað, þú veist, og pappin eitthvað Blöndal eða eitthvað. Já. Svo er það til eins og mér skilst að þessi í Blöndalsættin, það eru tilvist ykkur 2 Blöndalsættir. Já, ég hef það. Þið með einhver svona ættbúa á bakvið ykkur svona stóra? Nei. Já, svona hálfpartinn kannski ekki nein svona nöfn. Já. En einhverja svona ættir sem að þannig að ættir þekkt þá þegar hún bara yfirleitt að hún hafi verið óslega mikið á einu svæði langan tíma sem þýðir að hún sé væntanlega innræktuð sem er kannski endilega gott svona að vita til. Nei, það er nú hérna fyrir norðan, þá er það þannig að í einum dal þá virðist fólki aldrei að fara út fyrir dalir, sko. Það er allir giftur öllum henni í dalnum. Já. Það er svolítið fyndið. Já, við ætlum að þakka þér allavega fyrir þetta í bili og þú segir að það gangi alveg vel með það að móðurinn sem gift strák sem var besti vinuðinn og er 2 árum eldri en þú. Já, þetta gekk frábærlega. Þannig að svona slíkt getur gengið. Slíkt getur gengið? Já. Við ætlum að kveðja það núna. Já, þá heyrðist börgur minn. Já, blessaður. Blessaður. Já, svona nú það. Það er svolítið fyndið að ef þú átt nagdýr eins og hamstra eða nagdýr sem átt 1 par, þá eftir svolítið tíma er orðna 30 kynslóðir af, þú veist, náskildum kvíngdum og þú manst ekki einu svona hver er, þú veist, hvernig skildur hverjum að því að þeir eru alveg, þú veist, 99% með sömu genin allir. Já. Og ég fekk mér einmitt nagdýr sem er kærustunni daginn, sem eru systkini og okkur sagt ekki, þú veist, þeir geta fengið 3 fætur og eitthvað svona og stefaði, látið þau vera saman og svoleiðis. Já. Og ég hef nú reyndar reynsla því að vera alveg nægsi kynslu eftir kynslu, menn þetta eru bara nagrisir. Maður var ekki að sjá neinn svona, þú veist, 2 hausa og svona. Já, 2 hausa, 3 fætur eða eitthvað, þú veist, rassinn á hausnum eða neitt svoleiðis enda á allavega. En ég meina, ég hugsaði líka bara að í hversu vangefin getur nagris orðið. Já. Þetta er ekkit voðalega gáðu dýr, þú veist, ef hann er til dæmis þroskaheftur nagris myndi bara vera aðeins vittlausari en venjulegur nagris. Hann þarf hvað sem er ekkit að gera nema bara borða hey og eitthvað og geta látið klappa sér, skilur við þurfum ekki að vera hann einu snillingur og hann með 3 fætur, skilur við, so what, það er engin rándýr að fara að elda. Það var bara fljótar að komast á milli staða? Já, eða ef vantar hann fætina, skilur við, þá lúrir hann bara, þú veist, í hegin allan daginn sem hann ekki gera hvað sem er bara. Já. Þannig að það skiptir engu. Nei. En ef þið kæra hlustendur eru með eitthvað svona sögur af ættfræði, eitthvað svona ruglingi eins og við vorum búin að vera að tala um hérna, þá getið þið hringti sem að 588-1994 og við spjallum við ykkur að vilja fá hérna auglýsingar næst á dagskrá. En við erum að tala um aldursmun í kynjana og hér rakst ég að smá grein hérna femin.is aldursmun. Já. Og já, hér er sagt hefur mikill aldursmunur á pari 10 ára eða meira, eitthvað að segja. Fólk hugsa kannski með sér, ég að fara hann að drekka bjór þegar hann var enn að drekka mjólk úr peila. Spegilsfólk vafraði veraldavefinn til þess að lesa hvað fólk í útlöndum segir málið. Það eru takmark fyrir því hversu mikill aldursmunur má vera. 10 ár eru í lagi og skipta yfirleitt litlu sem engu máli. Ég er 16 ára og elska kærasta ég er 16 ára og elsti kærasta sem ég var 22 ára. Mér finnst ég eiga meira sameiginl sem strákum eitthvað illa skrifað hérna. Mér finnst ég eiga meira sameiginl með strákum á mínum aldri. Þetta fyrir líka eftir þroska fólks. Þannig að Já. En svo er ýmislegt verið að segja þetta og verið að spyrja hérna. Já, hvort að 10 ára kannski lægi sagt þarna. En ég var nú, þegar ég var yngri, mjög veikur fyrir eldri konum, skal ég segja þér. Nú, segðu mig frá því. Já. Þetta var alveg leiðilegt vandamála. Ég ekki taka inn hlustand áður en að við höldum áfram. Jú, gerum það. Það út að sagja, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er góðina. Já. Þetta með hennan aldursmun. Já. Kannski horft á mikið í tölunar. Þetta skiptir náttúrulega máli, sko, þetta fer bara eftir einstaklingunum og hvernig personunum og bara aðalatriði hvernig fólki kemur saman. Já.
Og þetta hann ekki svona saman, það ekki aðalatriðið? Jú, auðvitað, en auðvitað feist fólkið sem í sambandinu það mjög eðlilegt, en auðvitað þegar mjög mikill aðeinsmunur þá á það verður fólk að búast við því að aðrir getur að vera svona... Já, en hvað kemur okkur þetta raun og verið við? Nei, við erum í rauninni bara spekulir í þessu, sko. En ég finnst þannig að aldrei, sko, oft í umræðinu með þetta, sko, ef að karlmaður næst í konu 20 árum yngri og guðmú þetta hvað, þá allt í lagi, en ef að kona tekur upp og gerir eitthvað svona, þá þykir það bara alveg voðalegt. Já, það nefnilega svolítið fáránlegt. Ég segi bara jafnrétti. Já, jafnrétti til lambakjöts. Já, því ekki það. Já, en er þetta ekki svolítið málið það að það kannski svolítið leiðilegt ef þú ert orðin 60 og þá makiðin sem 20 árum eldri kannski bara dáin. Já. Það kannski það sem að fólk horfir á. Ég held að konur á þeim aldrei langi ekkert í áttur að kalla það, þú varst nú að tala það. Nei, ef hann er fertugur. Það er alltaf gammalt fyrir það. Já, en þess að við skulum horfa á það að mannsæfin er að lengjast. Já. Og fólk er bara yngra lengur heldur en það var einhvern tíma hindi í gamla daga. Já, algjörlega, en ef kannski konan er 20 og maðurinn fertugur eða öfugt, þá er kannski bara annað orðið 60 ef þau endast saman og hitt á. Jú, það er það. Á 20-30 ára eftir. Það er náttúrulega orðið þannig heilt kynslóðabil á milli. Já. Það er nú það. En þetta fer náttúrulega svo sem allt eftir fólkinu bara sjálfu og það er við ekki að vera að fetta fingur út í þetta. Nei. Men fer þetta ekki svolítið eftir heilsu? Ég meina, ef þú færir eitthvað sem miklu eldri, ef hann er heilsurhraustur, þá getur þú kannski búist við að fá alveg heilmörg góð ár. Ég veit ekki, mér finnst bara hvernig ég kallt mig verða voðalega flott gamlir. Já, ég er að reyna að halda mér við. Ég myndi ekki nenna, sko, skilja þannig gamla kall til að vera hjúkurinn og kona fyrir hann, sko. Ég myndi ekki nenna því. Nei. Það skilja vel. Nei, ég segi svona bara. Já. En myndirðu frekar... Það er ekki að gera neitt lítið úr því að allir geta vext, ungi sem gamlir, það er ekki það. En myndirðu frekar vilja svona ungan, óreyndan mann sem þyrftir að kenna þú upp og loka klósettinu eftir sér og svona... Nei, ég myndi ekki vilja svoleiðis, sem ég finnst allt í lagi að vera eitthvað yngra. Já. Skilurðu, það er, ég meina, ef maður myndi kynnast einhverjum og verða ástfangin á maður þá sitja kannski einhver 10-12 ára fyrir sig. Það væri nú alls ekki, sko. Nei, það... Svo er bara líka fólk mismunandi þroska, sko. Já, það vitum við nú. Svönd út fólk sækir í að þekka eldra fólk. Það er það þroskað. Já. Þetta er einstaklingsbundi líka. Eða þarf bara svona leiðarvísi í lífinu. Eða þá þetta yngra fólk sem sækir eldra fólk þarf kannski bara leiðarljós í lífinu. Já. Láta ala sig upp eða eitthvað. Já. Nei, ég sé nú ekki alltaf það. Bara, ég meina... Sumir eru bara eru það þroskaðir og eru fljótt þroskaðir. Já. Kannski voru að lendi í einhverju lífinu sem hefur þroskaða fyrir og svona og sækja þá eftir að þekka bara, og þá er ekki meina endilega bara sem ná sér maka, heldur bara sækir í að þekka eitthvað eldra fólk. Já, en hvað finnst þú? Það er náttúrulega að það finnst mér alltaf kynslóður að geta talað saman, sko. Já, algjörlega. Mér finnst þetta kynslóður alveg fáránlegt. Ég hef alltaf getað talað við eldra fólk. Já. Verið mjög góði vinir mínir. Já, og yngra fólk líka. Já, nákvæmlega, bara öll dýrnir skoðinu með að vera vinnir. Og hvað heldur það? Já, en hvað eitt eins og við vorum að tala um hérna áðan, hvað finnst þér samt og ég er ekki að gera þetta út á ég þarf aðeins að fara út í útlönd núna og bara komið með dæmi þannig. Það er náttúrulega til að tvítugar tælisleika stelpur, það kannski með áttræðum mönnum? Já, minnst það orðið alltaf svona. Já. Heldur að sé út ástinni? En þetta er líka oft sem þetta er út af einhverju sárri fátækt og þær eru að senda pening heim til fólksins sem ekki hefur neitt inn eins. Já, það er náttúrulega, fyrst og fremst það ekki það oft sem spilar inn í? Það fyrst og fremst að giftast svona gamlu mönnum bara til þess að geta búið og unnið og sendt pening út. Ég held það sé nú aðalatriðið, held ég. Þannig að það er þekkt í og það ekki og allt ekki dæmi það. En maður gæti ímyndað sér það, sko. Já. Við þekkum allavega bara fyrir þetta. Sömulegis. Takk fyrir þetta. Gaman að mista okkur. Já, takk fyrir það. Já, bless. Já, svona það. Fólki finnst þetta ekkert aðtúðavert 10 ár sem svo sem allt í lagi. Það er bara svo leis. Út að sagða góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þeir eru ræða hérna aldursmun kynjana. Já. Ég er sammála konuna hérna undan að þetta skipta ekki máli, en ég veit dæmi. Bæði þekkti ég konu sem var 40 og gift manni sem var 60. Og hún hreinlega var að vinna með okkur nokkur ungum stelpum og hún hreinlega var okkur við þessu.
hún sagði að stelpur þið aldrei gift ykkur manni sem 20 árum eldri, þá var hann að sjúklingur, hún á besta aldri. En svo þekki annað dæmi sem að þá snýst að við, þá er það maðurinn sem 20 árum yngri. Já, og hvernig var það? Og það var, hann fekk náttúrulega konu, barnabörn og bústað, það er alltaf bakkinn. Svo náttúrulega gekk þetta mjög vel og þau eru skilin í dag sem vinir, en það náttúrulega kemur að því að kannski langar honum eignast barn. Já, einmitt. Þá er hann að renna út á tíma, sko. Þá kannski fer hann eitthvað annað. Já, þetta er svona, maður getur séð þetta frá mörgu sjónarhornum, sko. Ég held að það sé rétt, þetta er svolítið mikið heilsuna. Já, það gerir það. Ég held að það skiptir máli. Bæði að fólk sé líka samhent, það sé bara á sama þroskaplani og svona vináttan og allt þetta. Allt spilar þetta inn. En ég skal nú segja það til dæmis að ömmubróður minn, hann var einhleypur til fertugs og svo fekk hann sér þýska konu sem var held í 19 ára eða 20 eða eitthvað og bara svona byrjaði einhvern veginn lífið þarna hjá honum fertugum og þau áttu þrjú börn og hann var bara svo hraustur allan tíman. Hann dó bara rétt nýlega fyrir nokkrum árum og hún var farandi með hann í hjólreiðaferðir Evrópu, áttræðan og eitthvað og þú veist það var svo mikið kraftur í henni skilur og hann var svo miklu hraustari út á það að eiga svona unga kraftuga konu. Það er náttúrulega alveg magna bara ef að svona hluti gangu upp Já, en það er ekkert hver sem að heldur heilsunni svona vel eins og hann gerði og hann hélt henni bara alveg þangað til hann dó eiginlega hann var aldrei veikur eða lasinni var bara svona rétt. Kannski peppa hann eitthvað upp. Algjörlega. Þannig að þetta er ábyggilega bara mjög einstaklisbundið og allur gangur á þessum málum. Við þökkum allavega bara fyrir þetta. Takk sem leiðis. Já, takk. Já, það er þetta. Við erum að tala aldursmunnu kynjana og stundum bara gengur allt rosalega vel og eins og komið fram heilsan er kannski það sem skiptir mestu máli. En svo eru sumir sem að mitt líka fara alltaf af því að þeir þá mitt skortir þroska og fara alltaf niður fyrir sig eru kannski alltaf með tvítugum konum þeir eru með tvítugum konum þegar þeir eru 25 ára þeir eru 30, þegar þeir eru 35 ára þeir eru 40, svo svona hætta bara þess að tvítugum konur að nenna þeim og konur sem eru meirinn 20 ára eru of þroskaðar fyrir til að nenna þeim heldur þannig að þá er þeir bara svona fastir einir og get ekki einhvern veginn svona komist áfram í þessu. Það er náttúrulega sumt fólk sem er náttúrulega bara krakkar í fullorðins líkama. Eins og með mig til dæmis mér líka sko. Mér finnst ég ekkert vera ég var 18 ámæli í gær og 21 í gær. Mér finnst ég vera í svona í þroska, mér finnst ég vera miklu yngri eitthvað. Já, við erum líka bara leikandi okkur eitthvað, þú veist, kaupmandi okkur Afrikan greiphág, eitthvað aðgrísi og eitthvað svona bara smákrækar sko. Já, og ég bara þú veist, með þetta krepputala og svona, ég skil ekki neitt hvað verið að tala um í fréttunum. Ég keypti mér, þegar ég var út í Belgíu, ég keypti mér Balrog skrýmslið úr Lord of the Rings, 10 kílóa sko, svona fíguru, kostaði mér 30.000 kall, ég meina það er enginn að fara að segja mér í þessu orðin fullorðin. Það er langt í frá sko, og mér er sér litla frænka sagði við mig daginn, ég er svo miklu uppáld í honni, Rökkvi, þú kannt að leika þér í alvörunni, þú kannt að leika þér almennilega, þú ert ekki svona eins og hinn í fullan sem að halda að sé að leika sér að drekka bara kaffi og bladra og þetta var alltaf ánægð með mig. Já, það var nefnilega honni að með þroskastíði sem eru menn sem eru mikið eldri konuna kannski, eru bara börn samt eins og með mig, ég verð alltaf einhverjum árum yngri í þroska held ég. Sko ég meina ég er bara þannig að ég átti öll minn uppáhalds leikfangsjölu þegar ég var krakki einhverja He-Man kalla og einhverja svona, þú veist, ofurhetju kalla, Haugamanninn sko úr DC Comics og eitthvað svona sem er uppáhaldið mitt og svoleiðis. Og nú er bara svo frábært að þau systkin mín eiga börn, þá get ég aftur fara að leika með þetta. Já, leikunum við þau bara. Já, afsökun þegar þau koma, þú veist. Það er svona, heyrðu, á ég að passa krakkana mamma, eitthvað svona. Já, mér heyrist þau nú bara að vera að passa þig. Eitthvað, þá er ég að leika, þú veist, við að láta Haugamanninn berja Hulk í hausinn með gata kilvi eða eitthvað og svona og allt þetta, sko. Já. Búin að kenna nöfn og öllum ofurhetjunum og öllum karakterinum í Lord of the Rings og stoltur að þau séu búin að læra þetta og eitthvað svona. Já. Litli frendi búin að læra, þú veist, Gandalfur Boromir, Legolas, þú veist, utan að þeirra var eins og hálsárs út af mér, þú veist. Ég mun aldrei þroskast, það er ekki. Nei, og eins og með flugelda áramót. Já. Ég er eins og ég veit ekki hvað ég missi mig, ég verð alveg þvílíkur krakki
þú veist þegar flugveldur þegar ég búin að eignast barn sjálfur og maður kannski fara út og maður ætti kannski 5 ára og svona 5 ára múti alltaf skjóð flugveldum maður væri bara sjálfur, heyrði, ég ekki að taka eina köku hérna í sundur og henda svona frá okkur alltaf einni maður var svo beilaður. Veistu það að konan þín er svo brjáluð? Ég veit það. Hvað er það að gera með barnið og hann getur sprungið og hann getur meitt sig og eitthvað, hvað er það að kenna honum og... Já, og þá byrja ég að segja, þetta er alltaf lægi, þetta er örugt, ég er að gera þetta ekki almennilega og svo springur þetta í höndunum á mér. Já, eins og ég segi, það er svona, það er kannski, það myndi engu breyta fyrir mig hvort ég myndi að hafa mér eldri kærustu eða yngri, hún væri alltaf að passa mig hvort sem maður væri. Já, hún væri alltaf í rauninni skynsameinstakningurinn. Já. Og það er svolítið það sem er gott við að vera pappinn, er að krökkum finnst þú alltaf skemmtilegri. Já. Þú vilt alltaf gera allt sem er bannað, en mamman er svona skynsum og segir nei. Já. Og svona, þú veist, nei, hann á að vera með húu. Jón, ég vil ekki vera með húu. Jú, hann á að vera með húu. En ég skil ekki pappaðinn að hafa ekki látið vera með húu. Þú veist, eða eitthvað, ég skil ekki pappaðinn að hafa leiftir þetta. Og svo alltaf svona, ekki segja með möðunni að við höfum, þú veist, labbað út á ísnum eða eitthvað, eða farið inn í íshellin eða eitthvað, mamma myndi segja hann getur hrunið eða eitthvað svona, allt eitthvað. Já, líka eins og líka eins og daginn, það voru svona mjög ungir strákar tveir með foreldur sinum í sundi. Ég var í sundi í Garðabæ, bínu í Garðabæ, var að synda þær í lauginni. Já, það er alveg að brenna út á tíma, en við höfum smá ráðrúmið viðbót, þá kemur hann Tómas Lemarki sem er betur það sem Nói Albinói. En þá voru svona þeir svona 5-6 ára strákar. Alveg, þeir voru greinilega, mér sýndist að þeir voru svona vinir eða eitthvað bara. Svo fóru þeir í pottin þar sem pappin var að spyrja hann, pappi, megðu fara alveg út í djúpulaugina, alveg dýft. Hann bara, já, farið þið bara þangað, getur verið að stökka á brettunum og svona. Og svo ég kom mamman og hún var ekkert bara, og hún heyrði hann að fara í pottin sem bara, leyfðu þeim að fara í djúpulaugina, ertu eitthvað verri? Þú veist, það bara, þetta er allt í lagi, þeir fara ekkert að drukna og þú veist. Já, þetta er svona, það er svona, en allavega, ég held að við getum alveg sagt það með okkur báða. Það er alveg sama hvort við erum með eldri eða yngri kærustum, það mun alltaf passa upp á okkur. Já. Held að segja alveg nokkuð ljóst. En hér líður að 2 fréttum á Útvarpi Sögu, svo heldur hérna eini Sanni áfram og fá minni heimstundir smástund Tómas Lemarki sem er leikari og betur þekktur sem Nói Albinói. Því hann leik einmitt snildalega hlutverk í þeirri mynd og hann ætlar að sitja hérna hjá okkur í spjall eftir 2 fréttir hér á Útvarpi Sögu.